Við erum þá komin að síðasta erindinu í dag. Það hún Tjana Sjarov, aðstoðarforstjóri Alvotech, sem ætlar að stíga hér á stokk. Hún var áður aðstoðarforstjóri Íslenskrar erfðagreiningar og einn af stofnendum Auðar Capital. Gjörðu svo vel. Þetta er frábært tækifæri til að segja að minn tími liðinn, búinn, en sælu blessu og ágætu gestir og ráðherra og rektor og allir aðrir. Ég ætla að var svona aðeins að vandrast með það hvað ég ætla að tala hér í dag, þar sem að síðast í september þegar við vorum með samskonar erindi, þá var Alvotech með bæði Róbert Wessman sem sagði frumkvöðlasöguna og Cecilie sem sagði frá samstarfinu háskólanum. Þannig að ég var svona vandrast með hvað ég ætla að tala, en það sem ég ákvað að tala um sjálfbærni. Og ég var svo heppin að forstjóri Alvotech var að tala í dag á ráðstefnu í Sviss fyrirtæki á Biosimilars ráðstefnu sem okkar geiri. Og ég ákvað svona að taka hluta af þeim glæðri sem hann var að nota þar og þeirri orðræðu til að svona leiða okkur að sjá bara kannski hvernig okkar fyrirtæki að kynna sig á alþjóðavettvangi og þá með tilliti til sjálfbærni. Af því að þú myndist á það, ég var náttúrulega í upphafi líka, heimsmarkmiðin og annað. En það er eiginlega svo þráður sem ég langaði og þetta er bara takk fyrir frábær erindi. 42 ára overnight success hjá Þorstinni og 17 ára hjá Control teiminu. Bæði ótrúlega frábæra sögur. Gaman að hlusta á. Og það er líka náttúrulega þegar maður býr, eitt af það sem ég langaði að deila sem ég var að hugsa eftir því töluðu að þegar maður býr til geira, hversu miklu máli sem eiginlega menntunin skiptir og þegar hvernig þú býr til geira þá fer fólk líka að flæða á milli nýta sína reynslu sem algjört lykilatriði. En fyrst er þessi glæra sýnir að því að það hefur verið svo okkar kannski overnight success er það að Alvotech stofnað 2013. Þannig við erum á ári 8 og á þessum árum hefur vaxið gríðarlega hratt. Bara þá úr sér starfsmenn upp í það byrja 700 alþjóðlega og 500 á Íslandi. Og síðasta ára hefur við eytt dálítið miklum tíma þegar kom okkur öllum á sömu blaðsíðu og búa til þá orðræðu og menningu sem svo mikilvæg að frá þeim sem hafa verið lengi og þeim sem hafa verið nýbyrjaðir, þannig allir viti í rauninni að hverju erum við að stefna. Og það er eiginlega, settum það í orð, nýlega voru nýbúin að halda stóran starfsmannafund í Háskólabíó núna í september og til þess að ramma inn af hverju erum við eiginlega að þessu. Það er eiginlega fyrir betra aðgengi fyrir sjúklinga. Það er það sem að líftækni hliðstæðu lyfin sem við erum annars vegar að þróa í dag og munum fara framleiða næsta ári. Það er það sem að við brennum í rauninni fyrir, við sem störfum í fyrirtækinu. Og svona er kannski okkar þá alþjóðlega getum við kallað það útlensku global footprint og það sem er bakgrunninn sá, það sem að meðan við höfum verið að þróa lyfin að þá erum við að gera samninga við alþjóðleg lyfjafyrirtæki sem að munu selja fyrir okkar framleiðslu og þetta er kort annars vegar af þeim löndum sem að við munum selja til sem við erum búin að semja og hins vegar af þeim fyrirtæki sem munu selja lyfin okkar eftir þegar við hefum framleiðslu á næsta ári. Og þessi glæra sýnir svona svolítið viðskiptatækifærið á baki því sem við erum að gera því að þessi fjárfesting sem að fyrirtæki hefur lagt í síðustu árum, fólk er aðeins vegna þess að það er viðskiptatækifæri að við teljum og þau sjáu frá því að Alvotech stofnað þá hafði Róbert eins og hann sagði okkur frá daginn ákveðna sýn á framtíðina og þessi glæra er að sýna, hún er að realiserast. Það er að aukast stærð líftækni lyfja í heiminum. Og við sjáum það bæði á glæðrinu vinstra megin og svo hægra megin þá sjáum við bandarísku tölurnar. Annars vegar vinstra megin er þá lyfja samþykki og hins vegar hægra megin er það sem sagt líftækni lyfja samþykki. Þannig að líftækni heimurinn er að stækka. Það var forsenda 1. Það sem er líka að gerast í heiminum, annað svona tækifæri kannski til að velta fyrir sér er að miðstétt er að stækka og fólk er að eldast sem þýðir að sjúkdómar þeim fjölgar í rauninni og
samsetning samfélagsins hefur þannig áhrif að það verður meiri eftirspurn eftir líftæknilyfjum. Mér var gaman að skoða þessi kontrollinsaga, það að því eitt af því sem ég var mjög fixerað um COVID hófst, það var að safna jákvæðnissögum í COVID-inu. Af því að mér fannst ég lærði það persónulega í bankahruninu, hversu mikilvægt það að missa ekki sjónar á langtímamarkmiðin og reyna að láta ekki einhver svona áföll hafa ómikil áhrif á sig. Þannig að COVID-inu segja alltaf hvað er jákvætt, það verður hellingur jákvætt. Það mikil sala á spritbrúsum til dæmis og alls konar svona, þið veitir, íslenska smásala fór að selja betur. Þannig eitt af því sem hefur komið jákvætt í okkar geira að COVID-ið, eins og kontrollansagan sýnir, að hún að flýta alls konar framþróunum. Og eitt af því sem hefur gerst að áður, eins og allir þekkja að sjúklingar eru sendir á sjúkrahús til að fá lyf og eftir að COVID kom þá vilja sjúkrahúsin ekki endilega taka við sjúklingum eins mikið áður. Þannig að þarna hefur orðið ákveðin framþróun, sjúklingar eru sendir heim í lyfin sín og sagt sjáðu þeim við sjálfur. Þannig að það framþróun í medical device til dæmis út af þessu. Það sem að okkar business model gengur út á það að í rauninni að búa til líftæknihliðstæður sem þá samheita útgáfur af líftæknilyfjum sem þýðir það úteyrir útgáfur sá sparnaður sem úr þessum kemur fyrir þá samfélag, lyfjafyrirtæki eða einstaklinga, og tryggingafélög í Bandaríkjunum. Það þá hægt að fjárfesta þeim í eitthvað annað og svona, maður kallar þetta svona sturlu tala sem maður getur varla sagt, en sem sagt áætlun á því hversu mikið það getur sparað ef maður tekur hættar að nota frumlyf og fer að nota líftæknihliðstæður og annars vegar alþjóðlega yfir 5 ára tímabil, það þessi háatala 285, hins vegar ef að Bandaríkjamenn myndu svissa yfir alltaf 75% yfir í líftæknihliðstæður. Og hægra megin sjáum við sem sagt svona verðmun í prósentum milli frumlyfsins og biosimilars, líftæknihliðstæðulyfsins. Þannig að þetta eru verulega fjármunir og til að setja þessa stjórnlegu tölu í samhengi þá þetta 13 sinnum íslenska þjóðarframleiðslan og svipuð tala á Finnlandi með. Að því ég ætlaði svona aðeins að tala um sjálfbærni og að því að Jón allir myndist líka á heimsmarkmiðin, þá þetta það af heimsmarkmiðunum sem við tókum og fannst strax eiga við okkur á tiltölulega beinan hátt, jafnvel það sem við erum í þróunarferli fyrirtækisins á þessu 8. ári. Vegna þess að stundum segi ég velti fyrir mig, ekki bara svona 101 í sjálfbærni þar að lifa af meðan maður byggja sig upp. Þannig að það kannski númer 1, 2 og 3, en það hluti sem við erum búin að rauninni að ramma inn, sem þið sjáu hér, sem við teljum okkur hjá Alvotech, og þá ég bæði tala um Íslandi og alþjóðlega, hafa beinlínis tala til okkar og við höfum beinlínis áhrif á. Og svona almennt séð, þá teljum við að líftækni hliðstæðulyfin, ég bara elska að segja þetta Sesselja, ég bara alltaf, Sesselja kenndi mér að segja það. Fyrst ég var nýbyrjuð þá þurfti ég að æfa mig mjög mikið að segja þetta, ekki mjög þjála orð. Að þetta hefur áhrif á raunverulega samfélagin teljum við og að þetta aðgengi. Það eru að við teljum sjúklingar sem ekki fá lyfið sitt hæfi og það að þau lækki, af því það gerist tvennt, annars vegar kosta líftæknihliðstæðulyfin minna og það sem gerist líka við þá þau koma á markað að sjálft frumlyfið lækkar yfirleitt líka. Þannig að þetta eiginlega tvöföld verðáhrif fyrir sjúklinga. Þetta kannski bara sýnir þá vegferð sem okkar fyrirtæki á frá 2013, þar sem við erum í dag 2021, 8 ár og svo erum við bara í rauninni að undirbúa þá framleiðslu á næsta ári sem nefndi áðan
Og þá kemur eiginlega íslenski hlutinn, þetta svona auðvitað, þetta húsi í vísindaþorpinu. Og það nú eiginlega gaman að segja frá því, ég sjálf nú eiginlega búin að búa í þessu þorpi frá 2001, meira og minna, sem áður en það var þorp. Þegar ég starfaði hjá Íslenskri erfðagreiningu, þau fluttum þarna inn 2001. Hérna húsið okkar eins og sjáið, hérna sérst fer bæði þróunarvinnan fram, lyfjaþróunin og einnig undirbúningar á framleiðslu og þarna mun framleiðslan eiga sér stað á vörunum okkar sem að verða síðan fluttar héðan út heim allan og kontrollandi myndist líka á umhverfisþáttinn og þessa glæru var markforstjórinn okkar að sýna í dag í Sviss. Við gerðum smá svona eiginlega innri samantekt á umhverfisáhrifunum. Þið sjáum bara okkar eigin. Hægra megin sjáum þið starfsstöðvarnar okkar og það gaman að segja í Reykjavík þessi lang flestir. Það eru 500 manns af 700 og það eru framleiðslan og það eru stóra húsið. Hitt eru Zürich skrifstofa. Það sem að starfa sérfræðingar, það engin framleiðsla sama á við Arlington í Virginíu og sem bara pínlítið skrifstofa. Júlíka Hannover rannsóknarstofur. Þannig að þið sjáu þrátt fyrir það við sem stærsti hluta starfseminnar í Reykjavík að þá það langminnsta fótsporið. Og erum við líka að gera svona landfræðilega samantekt á þessu af hverju hvaða áhrif það hefur á svona okkar starfsemi, hvernig við getum sett hlutin í samhengi. Nú, eitt í sjálfbærni, það náttúrulega þátttakið í samfélagi og enn og aftur við nefnum alltaf samstarfið við háskólann. Það sem okkur finnst það bara mjög spennandi og mikilvægt. Meðal annars með þessu samtali sem við erum með í dag. Gaman að nefna það að því að í tækifæri COVID-inu situm við ekki mjög mörg inn í þessu herbergi, en svipað mörg og vorum hér í september sem að sænskum kollegum okkar sem hér voru þá fannst bara mjög margir. En komast að því eftir fundin að það hefði verið 1000 að horfa á það online. Og þá fengum við reynilega hálfgert áfall yfir þessu íslenska gagnsæi. En þannig að það reynilega þarna svona COVID-tækifæri að þetta finnst mér bara að vera verulega eitthvað bara komið til að vera að gera þetta með þessum hætti. Þarna ég með líka sundurliðin á menntunarstiginu hjá okkur og væntingar okkar náttúrulega til framtíðar standa til þess að taka þátt í að búa til þessa framtíðar fjórðu stoð í íslenskum útflutningi. Og eitt af því sem ég ætla að nefna sérstaklega svona í samtalinu samfélagsábyrgð að við segjum stundum núna hjá okkur að við segjum að flytja út jafnrétti. Og hvað meinum við því? Og það að því að svo stór hluti staðstöðvar okkar hér á Íslandi. Auðvitað gilda starfsemina hér íslensk lög sem þýðir að við fórum gegn jafnlauna úttekt á síðasta ári og við erum að beita sömu aðferðafræði allar okkar starfsstöðvar. Þannig að það eitthvað sem að við erum bara mjög stolt af þessu verkefni. Nú, til að aðeins að svona kannski nefna hvernig áframhaldandi samtal, akademíu og iðnaðar sem svolítið svona útgangspunkturinn í okkar á þessari ráðstefnuröð sem við höfum verið með. Náttúrulega, þetta svona eiginlega samtal okkar daginn ofanlega það því ég var svo mikið að hugsa alltaf efnafræðinga því að ég horfi kringum mig í vinnunni hverjum degi, þá eru af kollegum mínum sem eru sem sagt yfir vísindamaðurinn doktor í efnafræði, aðalmaðurinn yfir framleiðslunni, hann doktor í efnafræði, yfirmaður gæðamáli efnafræðingur, svona okkar fjárfestatengill efnafræðingur. Þannig að ég spurði Jón Atla Ganni, hvað eru margir að læra efnafræði í Háskóla Íslands? Svarið 27 á BS-stigi og ég hugsa bara, opaslega það fáir, vita ekki að hversu æsi spennandi þetta getur verið. Þannig að þetta svona bara því þetta hluta af svona einhverjum vangaveltum sem að geta verið með. Og við erum sérst með 700, í dag erum við með 700 starfsmenn, það bil 60 og þegar ég byrjaði í maí í fyrra, fyrir 1,5 ára síðan, þá vorum við svona 400-450.
Nú þetta framtíðarsýnin okkar til 2030 og svona heimsmarkmiðunum, það auðvitað að halda áfram að þróa þessa pælingar okkar í sambandi við betra aðgengi sem nýtir sjúklingum fyrst og fremst og hafa lokið þessari frábæru viðbyggingu sem við vonumst til að verðum þar næsta áramót og þá mun háskólinn fá það líka pláss. Þannig að og það sem við sjáum mikið tækifæri því líka að auka þetta samtal sem við erum að eiga núna. Því bara það að vera sama sömu byggingu held ég muni hjálpa verulega til. Þannig að já, þetta var svona stutta útgáfan. Takk hérlega fyrir mig.